Í dag ætla ég að hnýta litla straumflugu. Það er freistandi að segja að þetta eigi að vera síli, en eflaust líkist hún ekki síli á nokkurn hátt. En þetta er svona gott dæmi hvernig má nota til dæmis kraftför, sem er efni sem er töluvert notað í straumflugur og er fáanlegt í öllum betri veiðibúðum og þar á meðal á sjálfsögðu flugubúlunni. Ég kom í krókivæsinn, hann er frá Arex og heitir NS122 Light Stinger, og það sem er gott í þennan krók er að bílið hérna á milli leggsins og króksins eða oddarins er töluvert mikið, þannig að það má hlaða efni hérna nokkurn veginn eins og maður vill á fluguna á þess að fórna of miklu af plássi hérna. Ég er búinn að koma fyrir örlitla blýi á legginn, gerir sjálfsagt ekki mikið en er einhver örlítil þynging. Og ég ætla að nota brúnan þráð. Það er flott að nota líka nanosilk eða eitthvað þvíumlíkt í þessa flugu, en ég ætla að láta Classic Wax duga í þetta skipti. Byrjum við bara að festa þráðinn. Nú, fyrsta efnið sem ég hnýti er eins konar skott eða sporður eða eitthvað þvílíkt, allavega eitthvað sem verður hluti af búknum á flugunni, og það er svona kraftför. Og alveg svo með venjulegan feld þá fylgir þessum kraftför svona undirfeldur og það er ágætt að busta hann úr. Sjáðu, kemur töluvert. Í sumum tilfellum er ágætt að halda honum, en í þessu verkefni ætlum við að taka hann úr. Og ég miða svona sirka við hversu stóra eða langa ég vil hafa fluguna. Þetta eru frekar hörð hár, þannig að það er ágætt að halda hérna við svo að þau rúlli ekki yfir á hliðina. Svo svona þau eru með það við hendina, það er gott að setja smá sapp. Svona. Nú, búkurinn, hann er gerður úr döbbblöndu. Þá tek ég hérna Nasty Rusty frá Frödin og Ice-Dub Tan, blanda því saman og úr verður þessi hérna blanda. Þetta er svona sirka 3/4 af Ice-Dub á móti 1/4 afsakið af Frödin döbbinu. Og þegar ég döbba þessa flugu eða döbba þennan búk, þá finnst mér ekkert, eða þá er sem sagt gott afsakið að vera bara svolítið grófur á döbbinu. Við ætlum að busta þetta út aftur og þessi búkur, eða þetta döbb, verður það sem að mun svona skapa fyllinguna í flugunni. Sjá, komið góða kúlu hérna.
svona. Þá tökum við franska rennilásinn og bustum þetta duglega. Það verður hún svona hálf óárennileg, en það í fínu lagi. Svona. Nú, næsta efni, það bucktail. Ég ætla að nota miðjuna hérna, brúnu hárin, og ég nota bara nokkur hár, bara kannski 5, 6, 7 hár og hnýti þau hérna niður á maganum. Þetta bara svona smá, ég veit ekki hvað ég að kalla það, smá svona accent á búkinn. Ekki nauðsynlegt, en mér finnst það koma skemmtilega út. Komum við hérna undir. Ég vil hafa þau örlítið styttri heldur en skottið. Svona. Nokkuð gott. Nú, þá setjum við smá hotspot. Ég að nota dub sem ég hreinlega man ekki hvað heitir. Þetta einhvers konar ice dub, hot orange eða rusty orange eða eitthvað þvílíkt. Ég keypti þetta fyrir mörgum ári síðan og ég get svo svarið að pakkarnir af dubbi eru alveg örugglega stærri í gamla daga. Þetta búið að endast mér í örugglega 10 ár og ég örugglega 10 ár eftir þessu með þá. Nú, og hotspoti fer inn undir. Snyrtum við þetta aðeins til. Það allt í lagi þó að fari aðeins fyrir augað hérna. Hvað þetta? Hérna. Við notum bara nálina til að taka til í augan á eftir. Þá það yfirvængurinn og það sami kraftför og við notuðum í skottið. Það ágætt að passa að það sé smá tapering á efninu sem við ætlum að nota, sem þýðir að það sé svona aðeins breiðara hérna neðst og mjókki svona eftir því sem við komum aftar. Það ekki nauðsynlegt en það gefur flugunni svona aðeins fallegri form. Og það hægt að hafa hann örlítið lengri heldur en skottið og það kemur vel út og einnig líka að hafa hann örlítið styttri. Það eiginlega algjörlega í ykkar höndum hvað ég gerið. Og það sem ég geri að ég mæli lengdina svona sirka út, held síðan með vinstri hendinni stilli vænginn af. Það lítið þokkalega út. Það ágætt að taka þumalputtan, nota nöglina aðeins til að dreifa úr hárunum.
Tökum við aðeins til. Svona og svo áður en við byggjum upp hausinn og gerum klárt fyrir augun. Þá er ágætt að taka nál og kveikjara, hita hana aðeins og fara hérna í kringum augað. Passa bara að fara ekki í hnýtingaþráðinn. Það er að gjörsamlega óþolandi. Svona, þá byggjum við bara upp plattform fyrir augun. Og þá er það augun. Ég er með 4 mm epoxy augu og ég nota, til að byggja upp hausinn nota ég þykkt Solaris. Þetta nota ég til þess að tylla augunum og svo klára ég hausinn með Thinman frá Gulf. Það skiptir engu máli hvaðan þetta efni allt saman er. Þetta er yfirleitt voðalega svipað. Sett bara hérna smá á nálina. Stilli þetta af. Og svo hitt. Svo áður en við klárum hausinn, ef það er einhver svona hár eins og við sjáum hérna, eins og þetta sem stendur hérna upp úr, þá erum að gera að klippa þau burt. Því að þau vilja hafa svolítið áhrif á loka útkomun. Og þá skiptum við yfir í Thinman frá Gulf. Og svo rétt í lokin þá er ágætt að setja smá lakk. Endist flugan betur. Svona, lítill streamer úr Kraftfur, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.